ákveður bara, já, við ætlum bara útiloka allt brúnt fólk hérna frá landinu, þá verðum við bara öll hérna hvít og hamingjusum. Þetta bara hefur verið reynt, skilurðu. Þetta hefur bara verið ítrekað reynt og það endar alltaf með tómum ósköp. Ég bara held að sé ekkert fólk Það eina sem við getum gert, eina leiðin til þess að tryggja frið og þetta hefur bæði sannast og þetta bara við erum að læra þetta aftur og aftur og af hverju þurfum við alltaf að vera að læra þetta aftur og aftur. Það eina sem við getum gert til þess að tryggja frið í samfélögum og stuðla samfélögum, það eru þessi grundvallarmannréttindi, það eru lýðræðisleg gildi, það er réttaríkið, þar sem að við stöndum öll jöfn frammi fyrir lögunum, njótum tiltekinna réttinda, hvort sem að við erum ánetjust vímuefnum, eigum við gæra vandamál að stríða, brjótum af okkur eitthvað annars slíkt eða séum einhvern veginn á litin, að við njótum öll sömu réttinda. Það er verið að tala fyrir því að þetta verði ekki lengur þannig. Það er verið að tala gegn réttaríkinu, gegn grundvallarmannréttindum, gegn lýðræðinu. Og það er það sem að leiðir til hruns samfélagi. Já, Þannig ég segi bara, af hverju viljið þið eyðileggja Ísland? Ég sammálaður þarna stóra leyti og það er miklar áhyggjur af þessu til dæmis í Bretlandi, þar sem eru islamistar sem að nákvæmlega tala það að grunngildin eigi að vera afnumin. Það eru Íslendingar sem tala fyrir því líka. Já. Þú veist að tala fyrir því það rétt á hann. Já, ég er ekki að tala fyrir því. Hvað er það munurinn á þér og íslamistunum? Ég var að benda á sjónarmið og ég er að reyna að færa rök fyrir þau sjónarmið að grunngildin okkar eigi kannski ekki að gilda lengur allt fólk. Mínar skoðanir geta verið x og uppslán. Ég held aftur á móti að þessi veruleiki sé að hreyfast miklu meira í anda við pólitíska eftirspurn og fólk sem ég er að tala við sem að var mjög mikið. Og er það gott? Er það jákvætt? Nei. Og hvaðan kemur pólitíska eftirspurn? Þess vegna líka vildi ég fá þig til þess að ef við bara tökum svona smá dæmi til og þeim langar líka staðsetja þig svona hversu langt þú gengur þetta því að þú ert svona það sem að sem ég ber mikla virðingu fyrir hardcore svona libertarian. Þú ert bara frelsi, skiptir engu máli. Hins vegar ertu full vinstri sinni bótunum held ég en látum hann alltaf liggja milli hluta í smástund, tökum það eftir. Hversu langt gengur þú veist eins og maðurinn sem að komst á daginn að hafi verið meðlimur ISIS og látum hann liggja milli hluta hvort hann hafi verið þú ert að fara að spyrja verða ekki staðfestar látum hann liggja milli hluta ef hann er islamisti sem hefur verið að berjast fyrir ISIS og Mohammed Korani erum við bara, já, ég meina við þurfum bara sem samfélag einhvern veginn að takast á við það. Ég held að fólk hugsi bara ekki að ræða það út úr landi og gleymum þeim og komum vel fram við hina sem eftir eru. En bara ekki að ræða það, þú sett að fara að haga þér eins og fáviti og fara að einhvern veginn merksjúa bæturnar, fá frítt húsnæði, berja konuna þína örugglega út af því að þú ert svo mikið islamisti. Hlýtur að vera. Alveg búið að mála þetta allt upp. En eins og með þessar tvo einstaklinga, ertu ósammála því að þeir hafa verið færður á landi? Ég er ósammála því að það eigi að gilda einhverjar aðrar reglur þá heldur en annað fólk. Já, bara, þú veist, ef þú brýtur af þér og ert hælisleitandi, að þá áttu að vera færður á landi. Ertu ósammála því? Hvað er hælisleitandi? Ég bara vil fá að vita hvort þú sért ósammála því að einhverjum leiti að þeir geti verið færður á landi undir þeim formerkjum að þeir hafi þá fengið hæli annars staðar eða geti verið annars staðar. Fólk hefur fengið vernd annars staðar, þá er hægt að færa það á landi þó það brjóti ekki af sér. Ef fólk er öruggt í heimaríkinu, þá er hægt að flytja á landi þó það hafi ekki brjótið af sér. Almennt er náttúrulega að fengi búsetuleyfi eða annað slíkt. En finnst þér ekki gott að sé hægt að færa þá á landi? Ég er bara að spá í út af því að það sem ég tel líka pínu vandinn við þetta er að fólk sem hefur verið að tala fyrir sjónarmiðum hælisleitenda hafa ofta tíðum einhvern veginn dregið strik í sandinn þar sem að bara almenningur er bara hvergi nærri tilbúin til þess að fylgja. Ég held að þegar þú segir almenningur þá sést að tala bara hluta almennings. Þú ert bara að tala 80%. Bara ég er alls ekki vissum að það sé þannig. Það er mjög mikið áhyggefni ef að það er þannig. En svo fyrir þér persónu, myndir ekki finnast betra ef að þessi tveir einstaklingar væru ekki á Íslandi? Það er rosalega margt annað fólk sem að ég myndi gjarnan vilja væri ekki á Íslandi. Já, en þessi tveir, þú veist, bara svo ég fái það á hreint, út af því að ég veit, út af því að ég er að reyna að gera mig grein fyrir hvað þú dregur þess að línusandinn. Ég er búin að segja þér það. Nei, þú ert ekki búin að segja mér það. Ég vil að sömu réttindi gildi allt fólk. En viltu hafa þessa einstaklinga á Íslandi? Ég þekki málið ekki nógu vel til þess að geta tekið neina afstöðu til
þess hvort að það sé hægt að flytja eða ekki eða hvernig reglurnar eru, ég vil bara sömu reglu gilda alla. Það En þetta eru svo konkrétt dæmi einstaklingar þar sem allir ekki sammála því. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.